Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við höldum áfram að segja ykkur frá áhugaverðum og skemmtilegum málum á Suðurnesjum. Í þætti vikunnar sýnum við ykkur frá leiksýningunni Áfram Latibær og síðan eru nemendur úr Sandgerðisskóla að taka þátt í áhugaverðu verkefni á sviði loftslagsmála. Við tökum í pílu með bestu pílukösturum Grindvíkinga og fáum svo tóndæmi úr sálumessu Mozarts sem verður í Hljómahöll næstu daga. En hefjum leikinn í Sandgerði á Latabæ. Það var búin að samþykkja það. Fara á í stöngina. Magnús Mjösleini. Ég held að það væri best að þú takir þátt í stangastökki því þú ert svo léttur og svífur hann. Nei, bæstjórn, við líst ekki á það. Nú aftur ég. Herru, þetta gengur vonum framar og við vorum náttúrulega, höfum verið með svona annað hvert ár alltaf og svo COVID setti strik í reikninginn. Þannig að síðast vorum við 2019. Og mikið tilhlökkun að geta sett á svið af því að annað hvert ár hjá okkur tekin listamaður fyrir og síðan ásatíð hjá nemendum 1. til 7. bekkjar og leikskóla og við vorum bara héldum ótrúið áfram, ákveðum þetta áramót og svo erum við búið svo vel að starfsfólki. Það er valinn maður í hverju rúmi og það gerir þetta sem sagt og við getum flutt þetta svona. Hvernig að leika íþróttaálfinn? Gaman. Er það ekki erfitt? Nei. Eru þið búin að æfa mikið? Já. Hvað mikið? Þið eru búin að vera marga daga? Já, helling. Hvernig var að læra hlutverki utan að? Hvað þurftuð helst að læra? Við þurftum helst að læra textan og við náttúrulega vorum að búa til okkar eigin dans. Þannig að það var pínu erfitt en við náðum í endan. Hvað er að frétta af henni Sólu Styrðu í Latabæ? Hún er að verða liðugri. Hún þurfti að verða miklu liður, eða ekki? Já. Hún er að gera æfingar, eða ekki? Já, hún er að gera mjög miklar æfingar. Já. Og hvernig gengur það? Bara vel, í endanum kemst hún í splitt. Já. Torfi, hvernig er að leika löggu í Latabæ? Frábært. Hvað er það að gera? Stoppa þjófa, við tölum við Eyrún, gefum henni pening og svo tökum við viðtal við bæjarstjórann og eitthvað í leikurinu. Íris, hvað getur þú sagt okkur þetta skemmtilega verkefni sem þið voruð með að setja upp Latabæ hérna í Sandgerðisskóla? Þetta er bara örugglega eitt af skemmtilegasta sem við gerum hér, að setja upp svona stóra sýningu. Þetta er svo gott og skemmtilegt tækifæri fyrir krakkana til að koma og fá að vera á sviði, kannski eitthvað sem þau hafa aldrei gert áður og bara hefðu ekki getað ímyndað sér að þau myndu nokkuð tíma að gera. Að fá þetta tækifæri að koma og stíga svolítið út úr rammanum og kassanum sínum og fá að leika fyrir fram og fullt af fólki og svo kemur oft bara í ljós að við eigum fullt af flottum leikurum líka hérna í skólanum sem að fá algjörlega að blómstra í svona verkefni. Leyndir hæfileikar koma þarna fram? Algjörlega. Hvernig gekk svona æfingaferli? Þetta er ansi mikil sýning, margir að taka þátt og annað. Var þetta flókið? Já, þetta var rosalega stórt verkefni. Þetta er náttúrulega 2 bekkir og svo er fullt af fólki sem kemur að þessu, bæði leikmyndinni, hljóðinu, það þarf að stilla mikrofóna og það þarf að setja niður plön, hverjir að fara inn á og alls konar. Og þetta er mun stærra verkefni en ég hef bara nokkuð tíma að geta ímyndað mér. Ég var svolítið svona, ég var að fara að sofa á kvöldin, þá var ég ennþá að stilla af einhverja leikara og fara yfir atriðin í huganum og svo eru allir sönglandi lögin á göngunum, þannig að þetta er alveg heill skóli sem að tekur þátt í þessu þó þetta sé bara 2 bekkir sem eru að leika. Heyrðu, þetta verkefni tengist hlýnun jarðar og fyrir nokkrum mánuðum síðan þá fekk ég e-mail frá frænda mínum sem á drengibekknum mínum sem fann bát 2018
og þá var einhver erlendis búinn að hafa samband við hann og spyrja hann að því hvort að við höfum áhuga að taka þátt í þessu. Og ég tók bara við boltanum þá og er búinn að vera í sambandi við mann úti í Seattle og bara boltinn fór bara mjög hratt af stað. Við biðum alveg í 6 vikur eftir bátanum. Þá var ég bara búinn að vera í samskiptum, láta skólastjórnendur vita og finna út í raun og veru bara hvað bekkir hentuðu best og við ákveðum að taka svona miðstigið bara upp á þessu kannski ennþá í grunnskóla ef einhverju bátar finnast. Og þetta verkefni tengist Hlýnun jarðar þar sem að bátarnir fara svo frá okkur á 5. daginn alla leiðina aftur til Seattle og þaðan fara þeir á varðskip sem heitir Healy og þar sigla þeir alla leiðina á norðurskautið og þar tekur hópur við bátunum, fer út á ís og leggur bátunum með baugju og í baugjunni er staðsetningartæki og síðan bara fylgjast við með og leiðu ísinn bráðnar sem er að gerast að þá fara bátarnir af stað og við getum fylgst með og ef að einhver svo finnur bátana ef þeir reka á land að þá geta þeir farið á heimasíðuna sem er stimpluð í alla bátana og haft samband og þá erum við látum vita ef að bátarnir okkar finnast. Þeir eru merktir og allir bátarnir sem fóru til Íslands. Stelpur, hvað eru það að gera? Segið mér frá þessu verkefni. Þetta er Float Your Boat. Og eigið þið öll að mála bátana? Við erum að skreyta á. Hvernig ert þú að skreyta þeim? Þjóðarblóm Úkraínu. Já, er þetta Úkraínu? Veistu eitthvað um Hlýnun jarðar? Ertu búin að kynna þér það eitthvað? Þetta verkefni snýst það, er það ekki? Jú. En þú, hvernig ætlar að hafa bátinn þinn? Uppáhaldslitin ykkar. Sem eru? Rauður og blár. Þetta er ansi skemmtilegt verkefni, er það ekki að svona brjóta upp venjulegt skólastarf? Já, þetta er alveg dásamlegt og gera bara eitthvað, sko, það sem að maður er alltaf að kenna krökkunum ýmislegt og við erum búnar að vera að vinna með gróðurhúsaáhrif og hlýnun jarðar og annað og þetta náttúrulega bara eykur miklu meira áhugann hjá krökkunum og við munum svo þegar við erum búin að senda bátana, halda áfram núna fram að páskafríi sem er bara núna á föstudaginn að þau fá upplýsingar náttúrulega dýrin, þeir ísbirnirnir búa náttúrulega á norðurpólnum og þarna á norðurskautinu, síðan eru mörgæsnar á suðurskautinu og við erum að fara í það líka þessa vinnu. Þannig að þið eruð að svona fjalla mál sem að tengist þessu hlýnun jarðar. Já, við erum að gera ýmsa þætti. Já, við erum að nýtast, þetta er í raun og veru samþætt íslensku, náttúrufræði og samfélagsfræði. Þetta er nú ansi flott skraut hjá þér. Hvað, er einhver hugsun á bak við þetta eða? Nei. Þetta skraut, bara eitthvað svona að gera eitthvað fallegt? Já, bara að gera litríkt. Já. Svona sjáist. Já. Heldur að báturinn þinn eigi eftir að finnast einhvers staðar? Ef að litunum fyrir ekki að þá geta verið. Já. Hvernig líst ykkur á þetta verkefni? Hugsið þið eitthvað hlýnun jarðar? Já, mér líst vel á þetta verkefni út af þá sé maður bara hversu fljótt þetta bráðnar líka og já, maður sér bara líka mjög mikið hvernig heimurum virkar með þessu verkefni út af, já, maður getur takið eftir hversu fljótt þetta bráðnar og hvert þetta fer, hvernig sjórinn er. Þau eru bara áhugasöm þetta? Já, allir bara mjög spenntir og áhugasamir. Og það er búið að vera bara, kassin er búin að vera hérna í andirinu í nokkra daga og það er allir bara, allir ekki að opna kassan. En ég opnaði hann bara á þann og þau fengu bara að sjá bátana fyrst núna á þann. Það verður spennandi að fylgjast með þessu á næstu árum, hvort að það finnist einhver bátur hérna. Algjörlega, og það verður gaman að sjá bara hvar þeir lenda. Og svona flestir bátar eru samt að lenda dálítið í kringum norður heimskautið. Þeir eru svona mestu að fara til Íslands og þar í kring Noregs og annar staðar. En krakkarnir eru mjög spenntir hvort þeir kannski lenda á Suðurskautslandinu, bara í Ástralíu eða eitthvað staðar þar. Það væri gaman sko. Þannig að, já, þetta er mjög skemmtilegt verkefni. Fyrirtækið Rafolt fagnar 20 ára afmæli á þessu ári og hefur á 2 áratugum vaxið úr 3 manna fyrirtæki í að vera með 120 starfsmenn og er orðið stærsta fyrirtæki á sviði rafvirkjunar á Íslandi. Það var stofnað af 2 Suðurnesjamönnum, þeim Grétari Magnúsinni og Helga Rafnssyni. Hér kemur stutt viðtal við þá félaga, en á skírdag sýnum við þátt fyrirtækið í þáttaröðinni Suður með sjó frá sjónvarpi Víkurfrétta.
Þeir Grétar og Helgi kynntust í rafvirkja gallanum þegar þeir unnu fyrir Keflavíkur verktaka, sem voru annar 2 verktaka sem unnu nær allt fyrir varnarliðið í áratugi. 20 ára aldursmunur milli þeirra félaga kom ekki í veg fyrir að leiðir þeirra lægju saman þegar breytingar urðu á Keflavíkurflugvelli. Þeir stofnuðu Rafholt og fóru fljótt í landvinninga út fyrir Suðurnesin með frábærum árangri. Hvernig gekk svo fyrstu árin svona þið saman í rekstri? Það er nú svolítið aldursmunur á okkur og hvernig var að reka byrja fyrirtækjarekstur á þessum tíma? Já, þetta byrjaði smátt sko. Við vorum þarna sem sagt þegar við ákveðum að vinna saman og stofnum við Rafholt 2002 og Grétar 20 árum eldri en ég. Villi frændi minn, hann er 30 árum yngri en Grétar, þannig að þessi kokteil af góð blanda. Já, góð blanda, Villi með tæknimálun og hreinu, Grétar með allir sína reynslu. Ég þetta milli þeirra og þetta, sem sagt, þessi blanda hefur bara reynst alveg frábærlega þó við höfum aðeins breytt í framhaldi og tekið fleiri hluthafa inn í fyrirtækið. Þá allavega, þetta búið að vera alveg frábært tímabil og við vinnum allir sem einn heild og við erum vinir sem skiptir kannski mestu máli. Alla tíð verið gert mikið sama fyrir utan vinnuna. Við höfum verið að fara í fótboltaferðir og við höfum gert bara ýmislegt og núna seinna ár ég og Grétar í golfið sko, sem hefur reynda bitnað á vinnunni. Það er að segja alveg svo Rafholt fagnar 20 ára afmæli þessu ári hefur vaxið jafnt og þétt frá upphafi. Fyrstu árin voru starfsmenninni 10 til 20 en fljótlega urðu þeir 60 til 70 og var það þannig í nokkur ár, en nú síðustu árin hefur starfsmannafjöldin farið yfir 100 og eru þessar mundir 120. Þar af eru 30 á Suðurnesjum. Hefðirðu getað ímyndað þér þegar þið voruð að byrja þú og Helgi að eitthvað myndi ganga svona vel og að fyrirtæki myndi vaksa svona mikið? Nei, aldrei. Mér datt þetta ekki einstu lifandi hugar. Ég bjóst við að ég myndi hætta að vinna svona 67-8 ára. En málið er það bara að þetta hefur gengið það vel og það er gaman að gera þetta og maður á bara að gera það sem maður hefur gaman af. Ef maður er það frjáls að maður geti gert það líka sem maður langar til þess að gera eins og að fara í golfið. Og eins og ég segi, ég er mjög ánægður með það að hafa tekið það stökk. Hefurðu skoðun á því hvað fólk á að vinna lengi? Nei. Ég vil bara að fólk vinni eins og það treystir sér í. Heilsan hjá mér er mjög góð og ég nýt þess bara að geta unnið. En eins og ég segi, ég hef náttúrulega volað frjálsar hendur, ég hætti fyrr á daginn og ég get stungið af eins og ég vil að koma upp herðir og þá fer maður bara í golfið. Grétar er einn af gullaldarliðsmönnum Keflavíkur í knattspyrnu sem vann 4 Íslandsmeistaratitla og 1 bikarmeistaratitil, auk margra fleiri minni titla á rúmum áratug eða 1964 til 1975. Keflavík var þekkt fyrir mikinn liðsanda á þessum tím. Þetta var náttúrulega bara stórkostlegt. Þetta er svona eitt af betri tímum ævi minnar. Ég er alinn þarna upp og við urðum Íslandsmeistara fyrst í 4. flokki 1959 og margir af þeim mönnum eru náttúrulega voru upp í staðan síðan í liðinu 64 og áfram alveg eins og Guðni Kjartansson og við nefnum nú bara einn og Kalli Hermanns. Þetta var bara alveg stórkostlegu tími og gott að alast upp því að Keflavík var náttúrulega bara fótboltabær. Þarna þau get sagt það þegar við vorum að fara í Evrópu, fóru náttúrulega einar 16, ég hef spilað 14 Evrópuleiki, komst ekki 2 vegna meiðsla. Magnað að hugsa til þess á þessum tím. Þetta er bara stórkostlegt og endurminningarnar og allt sem maður hefur er bara stórkostlegt. En Helgi, þið hafið svona, þið náttúrulega eru miklu Suðurnesjamenn og maður hefur tekið eftir þið eru svona hafið sinnt samfélagslegri ábyrgð. Maður sér nafn fyrirtæki sem segja merkið ykkar mjög víða í íþróttahúsun og manna. Er þetta eitthvað, var þetta algjörlega meðvituð hugsun hjá ykkur að vera góðir í samfélagslegri ábyrgð, taka þátt í samfélaginu? Já, og við náttúrulega höfum svona skilið mest eftir okkur á Suðurnesjum, að ræturnar eru þar og við náttúrulega erum með rekstur þar sem borgar skatt og skyldu til bæjarfélagsins, 30 starfsmenn og... Þið eru með 30 starfsmenn á Suðurnesjum? Já, cirka.
og við höfum svona, það alveg meðvitað hjá okkur, við auðvitað að styrkja góð málefni út allt sko. En við leggjum sérstaklega áherslu á Suðurnesjum, styrkjum bæði íþróttir og menningu, mjög hressilega og munum halda því áfram, meðan höfum burðið til. Þannig að það eitthvað sem okkur finnst nauðsynlegt að leggja til samfélagsins, að hurfu náttúrulega máttarstólpar úr öllu styrktarkerfi þegar herinn fer og sparisjóðurinn og þetta, og þá þurftum náttúrulega að sýna einhver ábyrgð og ég held að við höfum alveg lagt okkar í þann lið. Lóða vogarskálarnar, þegar við komum sterkir inn. Já, ég tel það. Já. Og munum gera það áfram. En þá yfir til Grindavíkur, okkar maður fór í pílu. Uppgangur pílukasts íþróttarinnar hefur verið mikill undanfarin ár og hvergi meiri á Suðurnesjum en í Grindavík. Grindvíkingar hafa lengi staðið á meðal þeirra fremstu og því var við hæfi að taka hús á nokkrum af þeim 5 Íslandsmeisturum sem Grindvíkingar hafa alið af sér í nýrri aðstöðu pílukastsfélag Grindavíkur á árlegu móti, Grindavík Open. Heimamenn þurftu þó að horfa á eftir sigrunum út fyrir bæjarmörkina þessu sinni, því Hallgrímur Egilsson og Ingibjörg Magnúsdóttir sigruðu í karla- og kvennaflokki. En að pílunni í Grindavík og uppgangi hennar. Guðjón Hauksson úr Grindavík sigursælasti pílukastari landsins og hefur 11 sinnum orðið Íslandsmeistari. Ægir Ágústsson, hann var náttúrulega fyrsti Íslandsmeistari í pílukasti hérna. Hvaða ár það? 85 og 86. En hvað, svo tókst þú nú við? Hvað ert þú búinn að landa mörgum? Svo tókum við bræðurnir við hérna, ég og Pétur bróðir. Pétur var 88 og svo var ég 1990, þá var ég fyrsti Íslandsmeistari. Var svolítið oft þarna á 10. áratugnum. Og ertu með tölu yfir fjöldatitla? Rennur þetta saman bara? Ég har komið 11 Íslandsmeistaratitlar í einmenningi 501. Er einhver Íslandi sem hefur unnið oftar? Nei, ég held að sé mest 3 titlar hjá einhverjum. Og þú með 11? Já, ég var einráður í síðustu öld og framan af þessari. Og þið hér í Grindavík eigið ríkjandi Íslandsmeistara Matthías, hann búinn að vinna 2 svar, ekki rétt? Jó, það getur passað. Pétur Guðmundsson fór í píluna eftir körfuboltaferil hjá Grindvíkingum en hann núna unglingalandsliðsþjálfari Íslands. Pílan hefur alltaf verið mjög sterk hérna í Grindavík og IPS held ég stofnað 1985 held ég örugglega og þar áður náttúrulega var pílan eitthvað byrjuð. Svo svona hefur kannski svona rosalega hæð svona upp úr 90, 91, 92 svo tókum smá lagði í framhaldi af því en svo byrjuðum við aftur núna fullu svona upp úr 2015, 2016 þá kemur fullt af nýju fólki inn byggir á góðum grunni og hérna Matthías Örn Friðriksson, hann sem sagt fór í gang með Live Art Iceland sem svolítið setti píluna svolítið út í lofti á Íslandi og í raun og veru var hann pínu frumkvöðull, ekki bara í Íslandi, bara í heiminum, hvernig hann var með útsendingar, svona hvað segir maður, amatör útsendingar sem litur rosalega vel út. Ég veit að hann var að hjálpa fullt af fólki út í heiminn sem voru með deildir annað til að gera það sama. Og svo í framhaldi veit ég bæði hann og fleiri koma að því að reyna að fá að sína heimsmeistararmóti hjá sem sagt PTC, sína beint og þegar það gerist þá var bara sprenging á Íslandi í pílum. Og hérna, ég held að allar vöru uppselt öll þessi ár sem þetta verið, þannig að klárast allt sem er til í bíluvörum hjá aðilunum sem er að selja. Og það er bara út í heimi þannig, það spila 10 hlátjóna, þau komum bara alls saman og kasta. Við höfum skipt þessi 9-12 ára og hérna 13-18. Og svo hafa komið hugmyndur að fara með upp í 21 áslandslið til þess að leyfa strákum og stelpum sem eru búin með unglingastarfið eins og er í dag að eiga þá einhvern svona keppnisgrundvöll hér hjá okkur aðeins að fara beint upp í meistaralokk eins og maður segir. Þannig að hérna, já, við erum bara með krakka frá 9 til 18 ára sem eru að æfa hjá okkur í pílu og mest að sprengjan í raun í yngsta árganginum sem er æðislegt. Ég man á fyrsta æfingu þá voru komin 30 krakka bara á æfingu og þetta bara ég bjóst þarna ekki við því, ég átti frekar vonaði að unglingarnir kemur fyrst en það var hitt var raunin í vöru. Og hvenær byrjaði þú sem bara landsliðsþjálfari? Ég byrjaði sem unglingalandsliðsþjálfari 2016-17. Við fyrir með fyrsta landsliðsverkefni árið 2017
Og í raun og veru förum svolítið öfuga leið að þessu búum til landslið í kringum úlingana í staðan fyrir að búa til æfingar í félagsliðunum, því það voru bara svo fáir úlingar að æfa. Og núna þetta bara komið þannig að það eru bara 20 aðilar að æfa hjá félagunum pílu í úlingastarfinu, það æðislegt. Og við erum bara rétt svona toppurinn á ísarnum í raun og veru. Við höfum eftir að ná fleiri félögum í alvöru úlingastarf og í raun og veru ná til fleiri úlinga, bæði hér og annar staðar. Og þetta vinnur svo vel með öllum öðrum íþróttum. Þetta truflar ekki neitt hjá neinum, það ekkert mál að skipuleggja þannig að þetta truflar ekki, þú ekkert mál fyrir að æfa heima hjá þér á þess að trufli aðrar íþróttir sem þú ert í. Og já, ég bara sé eftir í raun og hafa ekki æft þetta þegar ég var yngri, því það svo margt sem tengist hugarþjálfun í þessu sporti sem nýtist þér í öðru sporti. Ég tengi við það í körfunni og þessu að ákveðin hugaræfing sem ég þarf að passa upp á í pílunni myndi nýtast mér í körfunni. Stýrimaðurinn Páll Árni Pétursson á ekki langt að sækja hæfileikana en faðir hans, Pétur Hauksson, varð Íslandsmeistari 1988. Þannig ert þú þá, vonar stjarnar Grindvíkinga í dag? Nei, ég segi það nú ekki alveg. Við erum nokkru alltaf og minni ætt, þannig að það eru nokkru líklegið þar. En nei, ég alls ekkert einhver vonar stjarnar, sko. En maður reynir að vinna þetta, maður kemur í móti til að vinna þetta, ekki bara til að fá ekki bara til að vera með það. En byrju, hann Matthías, hann ríkjandi Íslandsmeistari, tvöfaldur Íslandsmeistari. Þannig að myndum við segja að hann sé, sá besti á landinu þá í dag? Já, alveg tímalaust, sko. Ég vann hann í Rigg í fyrra, í úrslitaleik. Svo spiluðum við til úrslita í Íslandsmótinu í fyrra, nokkrum mánuðum seinna, þá náði hann að hefna sín, sko. Þannig að, hann tvöfaldur Íslandsmeistari. Hann bestur á Íslandi í það, það bara þannig. Matthías Örn Friðriksson Íslandsmeistari síðustu 2 ára og var valinn íþróttamaður Grindavíkur bæði árin. Íslandsmótið 2022 verður núna miðja maí á Bullseye. Það aðalstaðurinn í dag. Þar verð ég að reyna að sýna mitt rétt andlit og reyna að vera þrefaldur Íslandsmeistari. Það hljómar mjög vel. Ég meina, hefur einhver unnið þetta svo oft í röð? Ertu með tölu yfir það? Ég ekki með það, nei, en það eru nokkri sem hafa unnið marga Íslandsmeistaratitla og við Grindvíkingar eigum þann sem hefur unnið hann oftast, hann Guðjón Hauksson, hann hefur unnið held ég 11 eða 12 sinnum, þannig að það langur vegur þangað til að mann að toppa þann meistara. En ef ég þekki rétt, þú stefnir væntanlega þangað? Jú, einn daginn sko, það nokkur ár í það, en maður vill bara að reyna að hjálpa íþróttinni líka, koma henni á hærra plan og fá fleiri inn. Við erum að í Grindavík núna helgina úlingamótaröð IPS fyrir krakkarna 9 til 18 ára. Þannig að bara því fyrr sem við fáum ungu keppendurna inn, því betra og því fleiri því betra, því að það framtíðin. Það eru snillingarnir sem munu keppa við þá bestu eftir nokkur ár. En byrju, svo náttúrulega fleiri mót en bara Íslandsmótið. Ekki einhver mótaröð í gangi núna? Og þú, stendur framalega þar á vígi og hvað framöndan í því móti, þeirri mótaröð? Það að tala Nordic Darts Masters sem að PTC, sem stóra sambandið úti, Professional Darts Corporation, stendur fyrir. Þetta hluti af svona heims mótaröð, þar sem ferðast út allan heim, taka bestu kastarann í heimi með sér og etja kappi við þá 8 local qualifiers á góður íslensku. Og þeir koma núna til Köpen í júní, verða þar 10. júní og efsti Íslendingurinn á Norðurlandamótaröðinni það eru 2 mót eftir, hann mun verða einn af þessum 8. Þannig að það mikils að vinna og eins og sé, ég stend vel að vígi, ég efstur með 400 stig eftir 2 mót og bara þarf að spila sambærilega pílu. Ég byrjaði rauninni fljótlega eftir ég flytt. Það sé ekki svona 2011-12 sem að Scott Ramsey segir mér að fara að horfa á pílu og það örugglega í desember og heimsmeistaramótið að byrja. Og þá bara vissi ég ekkert hvað þessi íþrótt væri, hvort það væri íþrótt yfir höfuð. Og byrja að horfa og bara verða alveg húgt og svo að leigja íbúð sem með spjaldi í skúrnum og þá einhvern veginn byrja ég að kasta og bara hef ekki litið frá því síðan. Píla þú þarft mjög mikla þolinmæði ef þú ætlar að vera góður í pílu og vera duglegur að æfa hverjum einasta degi. En ég var Íslandsmeistari 2020, það 8 árum eftir ég byrja að kasta. Þannig að
þetta bara þolinmæði og þú uppsker það sem þú leggur í íþróttina. Þannig að já, og ég rauninni ekkert kominn þangað sem ég langar að vera, sko. Það alveg... Akkurat, hvert stefnir? Munum við eitthvað sjá því, heitir ekki Alli Palli? Desember, janúar, heimsmeistaramóti, munum við sjá Matthías Örn Friðriksson þar einhvern mann? Ég ekki stefna á það eftir einhver ár. Það er rosalega, erfið leið, löng og ströng, en eins og ég segi, við erum með, ef ekki ég, þá pottet einhver af þessum ungu sem að koma upp. Því að það sem ég hef séð af þeim bara, þeir eru rosalega góðir, þeir eru með tæknina alveg upp á 10, þannig að þá er það bara, þegar það er klárt, þá er bara að fara að mæta á mót, æfa sig og bara æfa sig í að keppa. Því að og bara eftir nokkur ár, sko. Ef það verður ekki ég, þá held ég að verður einhver af þessum ungu strákum eða stelpum sem munum komast. Leið við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út bæjar- og héraðsfréttablað sem dreift fritt öll Suðurnes og á netinu. Við erum með nýjar fréttir á Víkurfrétta vefnum www.vff.is alla daga og sömuleiðis nýjar golffréttir á kylfingur.is og núna helgina einmitt Masters sem við fjöllum vel En við endum þáttinn með stuttu broti frá æfingu á Sálumessu Mozarts sem verður flutt 8. og 9. apríl í Hljómahöll. En talið að þetta sé eitt vinsælasta kórverk í heimi. Við þakkum fyrir okkur. Verið sæl.